Komið þið sæl og verið velkomin í Kvöldljós. Ragnar Gunnarsson heiti ég og verð með ykkur í kvöld ásamt mínum góða vinni Gunnari Þorsteinsinni. Og já, við ætlum að vera saman og hérna taka umræðu sko, Gunnar predikari og það er eiginlega eitt sem ég hef sagt hérna sko, ég vil ekki fá predikari í þáttinn vegna þess að ég vil mikið frekar fá fólk sem að fer eftir predikunni hjá Gunnari en það er undantekning í kvöld en hann hefur nú samt komið tíminn aftur og hann er góður vinur minn. Við ætlum að tala saman já, til dæmis það hvað er eðlilegt að vera kristinn. Stundum hef ég verið að hugsa hérna, ég hef sitið hérna og ekkert tala neitt mikið mig vegna þess að því að já, reyndi að vera þannig í upphafi þáttana, þá talaði ég svona og hélt ég væri predikari og talaði og sagði frá því hvernig ég hef unnið á hinum ýmsu þáttum og svoleiðis. En í síðasta árum þá hef ég svona frekar samþykkt það allt sem að fólk hefur komið hérna inn og talað hvað er eðlilegt að vera kristinn. Hvernig maður vinnur úr því sem að þeim góðu lögmálum kærleikans og svo framvegis til þess að vera til í hennu daglega lífi. Stundum hefur það svona komið upp í huga með svona, þetta kannski er ósköp ódýrt að tala svona þegar allt gengur vel. Í sjálfum sér þá hef ég notið velgengni gegnum árin og það hefur komið upp í huga mér akkur nýtur gott fólk velgengni. Stundum við talað það akkur koma slæmir hluti fyrir gott fólk en ég frekar upplifa það svona, mér finnst það gerast góðir hlutir hjá góðu fólki og þannig hefur það verið hjá mér. Ég hef upplifað góða hluti. Svo ég hugsa svona, en er ég þá þessi sem ég svona er að tala á ég sigur í kringustæðum ef það myndi nú kannski gerast eitthvað mikið hjá mér. Og nú er ég að tala þetta vegna þess að því ég hef alltaf litið á þig sem vinn minn sem heim í stofunni, ég hef alltaf litið á það að ég sé að tala við vini og nú ætlum ég að halda áfram að tala sem vini vegna þess að ég fekk að reyna þetta dálítið í núna fyrir örfáum dögum síðan að þá fekk ég ekki góða fréttir. Ég fekk fréttir það sem sagt að það væri líklegt að ég væri með krabbaminn og ég gat svona höndlað það ágætlega og svo hélt þetta áfram og svo fór náttúrulega rannsóknir og því og svo fekk ég staðfesting á því núna 31. október að ég væri með krabbaminn og það væri bæði í blöðruhálskirtli og í beinunum. Svoleiðis að 31. október þá bara kom nýtt verkefni inn í mitt líf. Það er það að takast á við krabbaminn. Og eitthvað af því sem ég hef heyrt hér og tekið og samþykkt og annað til því, það hefur gengið inn því að vegna þess að því að ég finn ekki fyrir ótta, ég finn ekki fyrir reiði, ég finn bara fyrir því að ég sigur í þessum kringumstæðum. Og það er eiginlega það sem að Kvöldljós gengur út á og hinn raunveruleika guðfræði. Það er það að við eigum sigur í frelsaranum og hvað svo gerir svo í framhaldi. Þetta var ekkert auðvelt að taka þessa ákvörðun það að tala þetta en ég minna á það. Ég tala þetta því ég lít á ykkur sem vini mína og ég hef verið hjá ykkur í mörg ár og þess vegna fannst mér þetta eðlilegt og ég er frið fyrir því að segja þetta. Það er eitt af því sem ég þurfti að gera. Ég kann það ekki að vera að segja fólki frá svona og það er ekki mitt, það er ekki þetta sem að, þetta er mér ekki eðlilegt að tala þessar hluti. Það verður frekar eðlilegt að ég myndi draga mig í hlé en ég ákvað að gera það ekki. Svoleiðis að nú er ég búinn að tala þetta en ég á sigur í þessu. Aðeins sofna ég upp við þetta og ég ætla ekki að tala meira þetta svoleiðis en ég ætla að bara leyfa ykkur að fylgjast með sem sagt á næstu vikum og mánuðum hvernig sigur ganga verður. En að því sögðu þá býðið velkominn Gunnar Þorsteinsson. Þakka þér fyrir. Réttu með hendina. Og nú er tækifæri til að biðja saman. Já. Jesús, ég þakka þér fyrir náðin og miskunn. Ég þakka þér fyrir Ragnar Gunnarsson með góða vin og ég bið þig fyrir honum í þessum aðstæðum. Ég veit að þú drottinn sem líknar og læknar, þú hefur alltaf vald á himni og jörðu. Og nú bið ég þig að senda orð frá hástóli náðarinnar inn í hans aðstæður. Ég bið lækningu, styrk, lausn og líf. Ég bið styrk sem er yfirnáttúrulegur og ég bið elsku sem aldrei tekur enda inn í líf hans. Leyfum hún að finna að þú ert með drottinn, að styrkur þinn er hans styrkur og við eigum von sem aldrei dofnar eða deyr. Þakka þér í Jesú nafni. Jesú nafni. Amen. Amen. Það kannski hefði einhver haldið það að hérna, ég hefði valið því inn í þátt, en það var ekki þannig. Hann var bara komin á dagskrá. Já.
og reyndar þannig. Við vorum búin að fresta honum einu sinni vegna þess að því að ég vissi ekki hvað ég yrði á morgun. Akkurat. En ég fekk að vita sem sagt í gær að ég er sem sagt farin að taka lyf í töfluformi, geri það í 30 daga. Í framhaldi af því þá fer ég í svona sprautu sem sprauta hérna og í einhverjar 12 vikur. Svoleiðis að það er eiginlega næsta sem að gerist er það að við leyfum þessu lyfi að virka með góðri samvinnu Guðs og manna. Já. Er allt mögulegt. Já. Og Guð sem við trúum á Guð kraftaverkana. Akkurat. Nú Jesús gekk hér á jörðu, Postulassagan 10, og græddi alla. Þetta er merkileg yfirlýsing. Hann græddi alla. Nú, hann græddi okkur fyrst og síðast sálarlíf okkar, eða hið andlega líf, hinn andlega mann. Hann vill gjöra manninn heilan og það er lækning til andra sálar og líkama. Nú, þetta er glíma sem að þú glímir og við sem teljumstu vinir þínir og þykir væntu þig, við að sjálfsögðu stöndum með þér í þeirri baráttu. Og það sem við getum gert er að biðja og horfa til Drottinn sem hefur vald í þessum aðstæðum. En hvílík blessun er það að geta hvílt í Guði með þessa hluti. Það er náttúrulega búið að vera þannig í þessum þáttum hef ég náttúrulega aðalega dregið fram hvað Guð hefur gert mikið í hinu andlega sviðinu, skilurðu. List fólk undan fíkn og allt saman, sko. Og ég svo sem hef ekki séð lama standuð upp eða svoleiðis, það er svona minna því sem ég hef séð, sko. En endalaust hefur maður séð að þessu, þetta er svo fátækleg orð, en einhvern tímann fyrir mörgum ára síðan að þá vorum við að taka upp í Brautarholti og ég var eitthvað að segja svona, ég ætti sigur yfir kringumstæðum. Og að því að þú ert Gunnar Þorsteinsson og ert nú ekkert að láta, sko, ert ekkert að liggja á því sem þið fyrst að þá sagðirðu, nei það er ekki rétt, þú átt sigur í kringumstæðum. Það er málið. Og akkur er að tala þetta, bara að því að svona er þetta. Þú talaðir þetta inn í mitt líf, ég greip þetta. Og tvisvar sinnum, einu sinni veiktist kona mín og ég fann þennan frið. Og það er það sem við erum að segja frá. Við erum að segja frá þessu sem er ekki hægt að segja frá. Þessum yfirnáttúrulegu hlutum. Nú ert þú að ganga inn í storm. Já. En þú ert í auganu á storminum. Já. Og það er bara friður. Það er friður. Fólk skilur það ekki. Nei. Það skilur ekki hvernig þú bregst við. Áttar sig ekki á því. En það vegna þess að þú hvílir í höndum þess sem hefur allt vald á himna jörðu. Já. Og þú þekkir hann. Akkurat. Og af hverju segi ég þú þekkir hann? Við erum búin að ganga með honum í áratugi. Ég hef séð hann gripinn í kringumstæður sem eru vonlausar aftur og aftur. Og ekki bara líkamlega lækningu heldur á hinum ýmsu sviðum hins mannlega lífs. Og hann er ekkert hættur. Nei. Nei. Herðu, þetta nú, ég ætlaði nú að setja svona 2-3 mínútur í þetta en þetta hefur aðeins tekst að því að þetta átti nú ekki að vera þáttur um mig, sko. Nei. Mér fannst það gott þegar ég tók ákvörðun það að þetta snýst ekki, þessi þáttur snýst ekki mig. En aftur á móti þá er það tvennt, sko, sem skiptir verulegu máli og það er náttúrulega það að ég hef aldrei litið öðru sér á það en ég sé með vinum mínum sem er áhorfendur. Ég ber mikla virðingu fyrir þeim og svo ber ég mikla virðingu fyrir þeim sem koma af því að það eru þeir líka sem halda þessu uppi og þeir eru með leyndardóminn af því að þeir eru fylltur heilugum anda og koma og fólk sér eitthvað sem er einstakt, sko. Ragnar, ég veit ekki hversu oft ég hef búið þér inn í stofu hjá mér. Við höfum átt stund saman og sumir þættirnir hjá þér eru ógleymanlegir. Já, þegar þú segir þetta þá þá tala um að bjóða inn í stofu. Já. Og ég búið þér inn í svefnbyrgi líka. Og ég verða að játa það að stundum þegar maður andvaka á nóttinu og kveikir á Omega og sér andliti á þér að þá hýrnar yfir manni. Já, gott. En ýmsir þættirnir í gegnum tíðina hafa verið alveg ógleymanlegir og borið manni boðskap og von. Já. Og þannig verður það áfram. Þannig verður það. Og svo sá þriðji og síðan sá fjórði að hérna þeir sem eru, það er sko Guð og heilagur andi og svo er náttúrulega Eiríkur einhver staðar hana líka. Jú. Ég fyllist alltaf að trúi því sem Eirík. Já, en ég hef alltaf sagt að það eru bara tveir sem settu mig hingað, skilur, þú veist. Þannig að Guð setti mig hingað og svo Eiríkur, þú veist. Og ég heyri ekkert frá þeim, sem sagt, að þeir henda mér ekki út. Já. Og ég fæ svona yndislega vitnisburði frá fólki, eins og þú ert að tala núna. Já. Þá svona hef ég ekki fundist mér hafa leyfi til þess að hætta og ég sé ekki aftur til þess. Herðu, nóg af mér í bili. Hvað er hér? Já, konan mín vildi ekki senda mér tómhendana heima frekar en Jónu skipti og þetta er nú gjöf til okkar hér inn í þáttinn. Já.
Glæsilegt. Hún elskar okkur báða og vill að við njótum þess albesta sem að jörðin hefur okkur að geyma, og þetta eru ávextir sem eiga að minna okkur á hollustu og hreinsun og detox og jú, hérna eru sko, hún segir að þeir ávextir og það grænmeti sem er í sterkum litum, það sé mest á hollusta og þetta sendur hún okkur. Og mér líst nú ekkert á þetta hér, við gerum það eftir þáttinn Ég verð að játa, ég veit ekki hvað sem heitir hérna. Ég var nú þannig áður ég kynntist henni að megna þeim ávöxtum og því grænmeti sem ég borðaði það var í sultuformi. En nú veit ég hvað þetta gerir mikið fyrir manni. Nú við erum sköpuð til þess að neyta af sáberandi jurtum, lifa á því og tennt til slíks. Heyrðu, en hér eftir hérðan sem sagt, þá ætlum við ekki að hafa þetta öðruvísi þátt heldur en bara aðrir þættir. Nei. Og þættirnir þeir byggjast upp á 3 hlutum. Það byrjum á því að kynna þá sem að koma og þeir segja sín vitnisburð, síðan talað um vendipunkt í lífi fólks og það er það sem ég er að tala um, það sem að fólk hefur farið inn í myrkur og út í því og það sem að lögumál frelsarans virka og svo kannski svona hvað við sjáum framöndan. Við erum búin að tala um þetta Gunnar Þorsteinsson. Já. Hvað er þetta að gera í dag, Gunnar? Það er nú eitt og annað og það er nú fjölbreytt. En aðalega er ég að horfa til framtíðar. Það er við lifum í þessu mikla og máttuga núi og megum aldrei gleyma því. Það vill oft verða þannig með líf mannsins að maðurinn er að undirbúa sig undir það sem koma skal og gleymir að lifa lífinu. En ég reyna að gera hvoru tveggja, að lifa stundina með góðum vinum og góðum og skemmtilegum verkefnum. Það þarf yfirleitt bara eitthvað áfall til þess. Já, og síðan að horfa til þess að koma skal. Og við lifum í veröld sem er á hverfanda hveli, ef svo má segja. Gríðarlega breytingar í öllu okkar umhverfi. Ég vil segja í hinum kristna heimi, í þeirri veröld sem við höfum þekkt. Ísland er ekki það sama og það var fyrir 5 árum. Það er sko gríðarlega breyting þar á. Mitt líf er ekki það sama og það var fyrir 5 árum. Gríðarlega breyting þar á. Þessar breytingar þarf að handla og allar breytingar eru tækifæri og ég er að biðja Guð um að sýna mig tækifæri í þeim breytingu sem að ég stend frammi fyrir og þau tækifæri eru mörg. Er krossin inn í myndinni? Ertu kenndur við krossin? Ég er ennþá kenndur við krossin, já, ég er meðlem með það ennþá. En þetta predikar? Nei, ég hef ekki predikað það nokkuð lengi og ég veit ekki hvernig það verður aftur. Nei. En ég hef verið að predika og auðvitað eru það margir sem leita til mín. Og við sjáum að fólk verður fyrir áföllum, fólk er í miklum erfiðleikum og því miður er það þannig á Íslandi í dag að það er búið að taka vonina frá svo mörgum. Að þetta vonleysi og tilgangsleysi er að tröllríða húsum og það bara má ekki vera. Því að við eigum vonaríka framtíð. Guð gefur okkur vonaríka framtíð. En aðstæður þurfa að breytast og ég er alveg samfærður það að sá Guð sem ég trúi á, hann er almáttugur og stór og hann ætlar að vinna mikið verk og máttugt á stuttum tíma með þeim sem vilja vera með. Og þegar við heyrum blásið í eyru okkar eins og þú hefur heyrt og ég hef heyrt, þá spyrjum við hvar við erum staddir í tímanum, hvernig við höfum varið líf okkar og hvernig við getum með bestum hætti þjóna þeim Guði sem við trúum á. Það er það verkefni sem ég hef við að glíma. Já. Og það er kannski, það er nú kannski smá hræðsla kannski við hinn venjulega mann, að kannski langar hinn venjulega manni að þjóna Guðin, hún langar kannski ekki til að standa upp á kassan og að torgi eða verða Gunnar í krossinu. Ég get sagt þér það, Ragnar. Við vorum með samkomur í Austurbæ undir heitinu Hósanna. Vorum með 3 stóra samkomur, fengum milli 700-800 manns. Ég held að 70-80% af þeim hafi aldrei skýrt dyr í samkomuhúsi. Þannig er gríðarlegu þorsti og löngun í andleg sannindi og andlegan veruleika og andleg element inn í líf viðkomandi. Fjölmargir eru fannir að skynja það í dag þegar teppinu er kippt undan mönnum og það sem menn hafa reitt sig á, lífeyrissjóði, innistæður, eignir, fyrirtæki, framtíð, þetta allt í einu heldur ekki. Þá spyr ég mér, hvað er það sem heldur í lífinu?
Og þá kemur í ljós að hið gamla góða það varir og heldur. Það er hamingjuleg til í lífinu fyrir hvern einasta mann sem er algjörlega óháð kringumstæðum hvers og eins. Og þess leita menn. Og ég er alveg samfærður það að þessi botveltingur í íslensku samfélagi honum ekki lokið, en hann hefur vakið marga til endur mats á sjálfum sér, aðstöðu sinni og stefnun í lífinu. Við erum að kalla menn til þess að taka grunngildin aftur alvarleg í lífinu. Já. Hvað skiptir mestu máli? Það að elska, það að elska sína nánustu, að njóta kærleika, finna velvild Guðs yfir lífi sínu, hafa framgang fyrir anda sinn og síðan get ég farið að telja upp með mörgum orðum í áframhald. Við ætlum að, ég var að segja það sem við ætlum að gera þetta í þriðja hlutunum, sko. Við erum búin með, eða ég er búin með 16 mínútur. Já. Geturðu straujaði í gegnum þinn vitnisburð á, bara að því að við viljum kynnast manninum á bak við predikarann. Ég get sagt þér það. Þú ert búin að predika núna í 3 mínútur. Já, ég get sagt þér það, elsku vinur, að ég er fæddur miðja síðustu öld. Þá var allt annað Ísland heldur í dag. Ég átti yndislega foreldra, en faðir minn var drykkjumaður. Og það náttúrulega setti mark sitt á uppeldi mitt á æsku. Síðan er ég fæddur með þeim ósköpum að ég var alveg svakalega rauðhærður og ofboðslega freknóttur. Þannig að ég var svona gott eineltis andlag. Já, bara skotmark. Já, skotmark. Og ég held að minn heimur einkenndi svolítið mikið af þessu. Það er svolítið ótti og óöryggi. Ég var tiltölulega ungur þegar ég fór að lesa andleg mál. Þegar ég lærði að lesa 7 ára gamall, þá breyttist veröldin mín, alveg gjörbreyttist. Og pabbi, þó að hann var eins og hann var, þá hafði mikinn áhuga á andlegum efnum. Og öll þessi blöð sem fjölluðu andleg efni komin á heimili mitt. Og ég las allt sem ég komst í tæri við upp til agna. Þannig að ég var hann þokkalega góður í guðfræði 11-12 ára gamall. En ég get sagt þér það að ég bað til Guðs. Ég man eftir einu atviki, alveg stórkostlegu, að KFUM-arar voru með samkomur í tjaldi á lóð Breiðagerðisskóla. Það voru alveg örugglega þeir. Og ég hef ekki verið nema svo 6-8 ára gamall. Og ég skreið undir tjaldskurðina og ég sá dýri Guðs. Já. Ég sá ljóman og dýri Guðs inn í tjaldinu og fann hana. Og síðan fór ég á samkomur hjá KFUM hann inn í Langagerði og hjá þeim Páli og Alla og þessum mönnum sem voru frumherjar, algjörar hetjur. Þannig að ég var meðvitaður að Drottinn var almáttugur. Og ég man til því að þegar ég er í menntaskóla að í einu jólafríana þá skrifa ég ritgerð úr Opinberabókinni. Já, úr Opinberabókinni. Já, ég lá yfir henni í jólafríinu. Þannig að ég var andlega meðvitaður. En síðan þegar ég er orðinn 19 ára gamall og ég lifi það er stríð í Víetnam, það er allt annar heimur. Það er innrás í Tékkóslóvakíu, austur og vestur hefur brugðist mér alveg. Ég var pólitískur og var að leita sannleikans í pólitískum sannindum. Ég leitaði trúarfullnægju með að lesa spiritism og austran trúarbrögð. Það fullnægði mér ekki. Síðan er ég eitthvað við þetta, bara heima. Og ég segi frá þessu með þessum orðum. Ég lá heima bara upp í rúmi og er að lesa bók og er að reykja pípu og það er tóbak í pípunni, bara tóbak. Og þú verður að taka það fram. Það var þeim árum að verður að taka það fram. Ég er ekki viss að fólk hafa átt að segja á því að þú hefði þurft að taka þetta fram. Já. Það var bara tóbakið. Já, ég var í MH og það var ekki alltaf tóbakið í pípunni, sko. Nei, það var svona þess að það hefði verið að leggja saman 2 og 2 fengið 8. En það var ekki þannig. Ég var að lesa bók sem heitir Kristur, Biblían og vantrúin eftir Dr. Torrey. Og ég var að reyna að skilja þessa grunnhugsun. Hvernig má það vera að gyðingur deyr fyrir mína syndir fyrir 2000 árum og það hefur áhrif á mig í dag? Hvernig getur blóðdrottinn, hvað er maður að tala um? Bróðir minn hafði frelsast og ég sá þvílíka breyting í hans lífi og ég átti frændfólk í Hvítasunnu í Reykjavík sem náttúrulega talaði boðskap blessunar og lífs. Henrik Þorsteinsson, frændi minn, hann lagði hendur yfir mig reglubundið á rakarastofunni og svo framvegis. Og Kauji Rakar, ég tala um hann sem var bara trúboði eldlegur
og talaði mörg sannendir í mitt líf. Þannig ég að lesa þessa bók og þá bara sé ég sýn og Drottinn horfir á mig, ég sé augu Drottins og á þessu augnabliki þá verður bara umskipt í lífið mínu og ég ákveða að ganga Guðs veg og þarna frelsast ég og það verður þvílík breyting í mínu lífi að ég man það að það var akkurat þetta leiti að ég fer þó á samkomu, beygi kné mín og tek á móti Jesú Kristi sem frelsara mínum, bara í votta viðvist. Og ég labbaði heim þetta kvöld, þá löbbuðu mér meira úr Fíldafín í smábókur. Og ég get rifið þetta på göng, hún var alveg stórkostleg. Ja. Ég man að stuttu síðar, þá var ásatíð. Bekkurinn mér var gríða skemmtilegur, þarna voru stuðmenn í mínu bekk, Koppi Magg og Valgeir og Þórður Árna og þessi góðu menn. Það var ásatíð og hún átt að vera haldin var haldin í Röðli. Ég var búin að koma með og ætla að taka þátt í skemmtuninni. En þegar ég kem inn þá bara hugsaði ég með mér, þetta er bara ekki fyrir mig. Nei. Ég labbaði fyrir hornið og fór á bænastundir í Fíldafjörð. Já, stoppum þarna. Já. Þetta er góðu stæð að stoppa. til þess að bara, átt að segja á því. Herðu, við ætlum að stoppa aðeins og koma með lofgerð, gigg og svo koma aftur. Komið sæl aftur, Ragnar heiti ég og þú ert að horfa á Kvöldljós og hann er hjá mér, hann Gunnar Þorsteinsson. Við vorum að strauja yfir þitt líf á
2-3 mínútum. Já, fórum á... Já, það var náttúrulega, ég var búinn að hýrða það svo mikið tíma þarna áður að við, hérna. Velkomin. Já, hérna, að ég veit að það er þannig sem sagt og það sem maður hefur lent í, það mótar mann. Og ég skynjaði alvörun í því þegar þú ert að tala um að það er lent í einelti. Það er skelfilegur hlutur. Já, sko, reyndin er svo að allir þeir sem eru með einhverjum hætti frábrugðnir, annarkvort þeirra aðstæður og útlit, þeir verða fyrir einelti, börn eru gríðarlega grimm. Já. En það sem dref manni ekki, það herði mann, hjálpa manni. Já. Og ég hef eiginlega alla mína lífsgöngum meira og minna haft storminn í fangið. Meira og minna. Já. Og ég, sko... Hefur það aldrei bitnað á neinum öðrum? Sko, nú mótar þig, sko, þetta mótar þig eitthvað eineltið og verður með storminn í fangi, skilur, hefur það aldrei bitnað á öðrum? Börnunum þínum eða koninni eða eitthvað svona? Jú, ég er alveg samt. Eða hvernig þú predikar eða? Sko, þetta hefur helst mótað mig með mætti að ég lokaði persónuleik. Já. Ég var erfitt með að tjá mig. Okay. Ef ég lendi í miklu handstreymi eða einhverjum veikindum eða einhverju slíku, þá lokaði ég mig af. Já, þú skildi mig á þannig að ég átti ekki gott með að segja þetta. Já, ég hefði bara þagað. Já, mér langaði líka til þess. Já, en það er bara röng aðferð. Já. Og það er þannig að þegar við opnum okkur að þá erum við skotspónn, svo auðveldur. En við verðum samt sem að opna okkur. Og ég hef reynt að gera það, þær breytingur á mínu lífi að þetta stjórn ekki ferðinni. En auðvitað... Á sama tíma ert að segja það að þetta hafi stjórnaferðinni. Það vissulega, og þetta er að há mér ennþá. Já. Sannarlega. Ég get sagt þér það að ganga með Guði fyrir einhverjum 40 árum, eða 45 árum, þegar ég hóf mína göngu, það er allt annað heldur en í dag. Þegar þeir sem voru trúaðir og áttu þetta svo kallað heilagsandræðssamfélag við Guð, þeir voru nánast bara úrkastu samfélaginu, fóru mjög vel með það. Ég ákvað að skammast mér ekki fyrir fagnarindið, lét alla heyra allstaðar að ég ætti trú. Ég var menntaskólanemi því ég frelsaðist og það var fundur í skólanum mínum, kallaði saman nemendur og kennarar og ég spurði hvort ég myndi segja nokkur orð og þar sagði ég öllum á einu bretti frá því að nú er ég frelsaður barn og menn töldu þetta væri bara eitt stöndadrýði viðbót hjá mér, sko. Já, bara fanga athyglinna. Já, þetta væri einhver nýbraldari, sko. Já. En ég var fúlast alvara og ég man til því að ég sagði prestinni mínum með sókninni frá því og hann tók nú í hendina og sagði þetta er játtlast nú að þér. Það er játtlast að þér. En það að vera með storminn í fangið og þurfa að standa þetta af sér, það er mjög gott. Ég man til dæmis eftir því að þegar ég fór að hefja útgáfu á hljómplötum. Ég hef búin að gefa út einhverja 30 hljómplötur með kristilegu efni allar. Þegar ég gáði út fyrstu plötuna og ég talaði við þá ríkis sjónvarpið, þá var mér bara að sjá, íslenska þjóðin vill ekki hlusta á svona tónlist. Nei. Bara alls ekki. Útvarpið sagði það sama. Það er ekki fyrir að ég gaf út plötur með Björgvin Halldórssoni, sem er þekkja vel Gullvagnir og þessi lög. Að þú gafst það út. Já, þjóðin, halló. Þannig eru bara fjársjóðir. Nú er þetta sjálfsagt mál. Það er gospelkórar út og suður og allt það er verið að syngja þessi tónlist. Þannig að við höldum bara áfram þrátt fyrir það að við höfum storminn í fangi. Við búum með fjársjóði sem við þurfum að koma til allra manna. Við þurfum að haga okkar lífi þannig og haga okkar búinu þannig að menn í þinni stöðu geti staðið sterkir, brosa, fullir af von, vitandi að sá sem elskar okkur með eilífum kærleika vill okkur allt í besta, hefur okkur í fangilsi. Já. Herðu, þú fer alltaf að predika, Gunnar. Já. ekki fyrirverðaði fyrir það. Herðu, en ef við, sko, að því að nú erum við komin svona í þennan hluta þar sem við erum að tala um vendibúnta, sko, og byrjaði náttúrulega á því að þetta er vendibúntur, þetta mótar þig, sko, eineltið og svo heldur áfram að gera þetta. Hvað er það svona vendibúntar svona í lífinu sem að það sem að þú hefur fengið í fangið og innið sigra og í framhaldi?
Ég var að keyra til Keflavíkur fyrir 4-5 árum. Þá ringið ég með blaðamaður í DMF og vill spyrja mig út úr. Og ég hafði verið að hugleiða stöðu mína og ég sagði við manninn, sem ég hef búin að segja við marga í kringum mig, ég hef verið fullur af fordómum og ég hef verið að iðrast þess að hafa búið yfir þessum fordómum. Nú, hann setur þetta á, ég held bara forsíðu blaðsins. Gunnar Iðrast? Já, Gunnar Iðrast fordóma sinna. Já, ok. Og menn settu þetta strax í ákveðið samhengi á þess að lesa viðtalið sjálft. Í hvaða samhengi settu þetta? Þeir settu þetta að ég hefði breytt mínu hugsanarferðlega viðhorfum til ákveðins minnihlutahóps í samfélaginu. Já, já. En það var ekki það að ræða. Nei, það var alltaf spynt sama við því. Já. Heldur var ég að tala það að hvernig mitt viðhorf til annara hafði mótast í mjög þröngan farveg. Það er að segja að ef menn voru ekki skilgreindu sjálfa sig ekki með svipum hætti og ég gerði sjálfur. Frelsaðir. Já, frelsaðir fylltir heilögum anda og gangandi í ákveðnu takti og talandi með ákveðnum hætti og svo framvegis. Og þá bara... Klæddir. Og klæddir. Já, ég verið klæddir að þá bara átti ég enga samleið með þeim. Nei. Og það sem að kom til mín í þessu samhengi var reynsla sem ég öðlaðist, eða gekk í gegnum þegar ég var nýfrelsaður. Ég var bara menntaskólanemi og hafði náttúrulega ekkert mikið handa í milli og átti ekki mikið fatalægir. Reyndar mjög lítinn, ég hafði verið í Þýskalandi þarna sumarið og ferðartaskan mín hvarf. En ég kem á samkomu, sundarsamkomu í Hildelfíu í gallabuxum og ból og gæruvesti. Og eftir samkomuna kemur kona til mér og segir, svona klæðast ekki kristnir menn. Eldri kona. Og ég náttúrulega hrökk við og segir, ég á ekki teima ég með þessu fólki, þetta bara háhandlegt fólk. Ég bara frelsaður, þau eru dýrlega frelsaður. Svo ég kom ekki meira á sundarsamkomu það veturinn, sko. Nei. En síðan fyrir ég að skoða mitt eigin líf, þá ég komin eiginlega í sömu stöðu. Að ég farin að sína þeim, eða sína sömu fordóma í svona annari mynd kannski. Og ekki bara ég heldur hið kristna samfélag. Ég fann það ef einhver komu inn til liðs við okkur sem gengi í öðrum takti, voru kannski af öðrum menningar heimi, að þá bitnuðu fordómar á þeim. Og ég, sem þetta var fann að finna fyrir því, fyrir 4, 5, 6 árum, að við vorum ekki á réttri leið, bara sem kirkja í þessu landi, sem frjálsa kirkja. Við vorum ekki að skila þeirri vinni sem við áttum að skila. Við vorum ekki að ná til þeirra sem okkur bara ná til. Og ég held að þetta sé ein af skýningunum. Við viljum fá menn og setja þá í mót. Já. Þetta ekki Guðs vilji. Þetta eins og þegar trúboðar fór út á Akurinn og boðu ekki bara trú, heldur sína menningu líka. Við erum ekki að boða menningarkima, við erum að boða trú á drottin Jesúm Krist inn í allan aðstæðu manna, alveg sama hvernig þeir eru. Síðan náttúrulega hjónaskilnaður hjá mér. Ég ekkert að segja ég lendi í hjónaskilnaður, það var hjónaskilnaður. En þú segir náttúrulega hjónaskilnaður? Já, sko, neða, kannski ekki náttúrulegt. Nei, þetta er bara málvitund. En það var hjónaskilnaður. Ég eignaðist síðan konu, alveg yndislega konu, sem var á allt öðru sauðahúsi heldur en þeir sem ég hafði umgengið til margra ára. Því ég veit að þú getur farið þarna, ég sá þegar þú ætti að segja, ég var lokaður og skel og ég hugsaði, wow, og svo fékk hann Jónínu sem það getur örugglega opnað hann. Já, hún notaði með kúpinu og opnaði með einhverju marki. Já. En ég fann það að vegna þess að hún var þannig séð af öðru sauðahúsi og opin, já, og eins og hún alveg einstök manneskja, að þá voru menn með fordóma gagnvart henni. Já, bara fordómar. Ég meina, Guð frelsaði hana með sama hættu og alla aðra, hann dó á krossi og leysti með blóði sínu, gaf henni anda sinn og líf. En allt í einu erum við að segja, heyrðu, þú ert ekki alveg svo við. Og ég fór að skoða þetta, við erum svona. Og ég held að þetta há okkur afskaplega mikið. Og það er þess vegna sem við fórum að stað með þetta Hósanna-verkefni. Já, nú veit ég ekki hvað það er. Já, það eru bara, það voru 3 samkomur í Austurbæ. Sem að... En verkefnið, er það, hvað er konseptið? Það var að halda þessar 3 samkomur. Og ekkert annað? Nei. Okay. Síðan tekur hópurinn ákvörðun hvað hann vil gera í framhaldi. Ég stýri því ekki. En þessi samverkan... En hverjum buðið þið? Það var auglýst og... Það var auglýst, buðum aðalega bara vinum og kunningum og kynntum og auglýstum og þarna kom
fjölmennasta samkoma, það var á 400 manns. En ég finn að þessi fordómalausa nálgun, þegar við getum virt hvern mann þar sem hann er. Mætt hann þar sem að... Og eins og hann er, já. Skilur við. En byrju við, hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Já, hvað hefur breyst? Sko það sem hefur breyst er bara að... Þú ert búin að vera í þessum business í áratugi, hvað hefur breyst? Ég skal alveg segja hvað hefur breyst. Já, þetta er sömu orðin og allt saman. Já, það sem hefur breyst er það að okkar aðferðafræði var ekki að skila þeim árangri sem ég vil sjá. Það er ekkert að fagna. Ertu búin að... Ég var að ráðstefnu sinni í Krossinum, þar sem að tókum 2 daga í það að hámenntaðum aðeins sem var búin að skoða það hvað gerðist þegar það væri búið að stofna kirkju og akkur myndi degi út. Manstu þetta þeirri ráðstefnu? Já. Sko, leyndardómurinn er þessi að ég var farin að finna fyrir, ég tala við aðra leiðtoga í landinu, menn voru sammála mér. Það er eitthvað sem við erum að gera vitlaust. Sko, aðferðafræði okkar er röng, fagnaðurinn er stórkostlegt. Allur sannleikur ávöxturinn er ekki að gera sig. Algjörlega. Sko að það sem við höfum og bjóðum er alveg stórkostlegt. En það sem við búum til sem ramma í kringum það, sem menn, er ekki alveg að gera sig. Og þess vegna verðum við að breyta okkar aðferðafræði. Og þegar er að ræða að gera breytingar, og ég áður með að breyta sjálfum mér. Og þá þarf maður að fara í gegnum þvílíka millum, rauna, þjáninga, móstreymis og erfiðleika, til þess að átta sig á því að breytingar eru nauðsynlegar og til þess að... Hvað gerðist í þínu tilfelli með þessar millu, raunir og allt saman? Er það sem að þú lendi upp á síkast eða gegnum tíðina? Nei, ég er að tala síðustu kannski 2-3 árin. Okay. Að það hafa mætt á mér mjög þung og erfið mál. Já, sem að hafa opnað augun þín fyrir þessu. Já. En þú varst fyrir 4 árum sem sagðir að þú hefði viðrast. Það er 4-5 ár síðan ég fór að tala þetta úr púltinu í Krossinum. Að við yrðum að vinna að því að gera ákveðnar breytingar. Og ég sá ég sá að við urðum að breyta okkar aðferðafræði, við urðum með einhverjum hætti að vera betri þjónar fagnaðarerindisins. Við verðum að skila skilvirkari vinnu. Ertu þá búin að átta á hvað þú gerir rangt eða ertu búin að koma auðvitað? Já, ég er svo eitt stórt atriði er þessir fordómar. Já, við erum búin að tala þá. Það og alltaf steypa allt fólk í okkar... Akkurat. Að maður er að kalla fólk til sömu myndar og maður hefur sjálfur. Í stað þess að virða mann í þeirri stuðu sem hann er og bjóða honum þess að við eigum. Og síðan er hans menningarkimi eða hans nálgun bara hans mál. En fagnaðarerindið, endurlausnarverki skiptir mestu máli. En hvað með þetta gamla ég ætla nú ekki að gefa neitt afslátt á Guðs orði. Það gerum við ekki heldur. En þessi hugsun... Konan sem mætti þegar þú varst í gæru vestinu og Galabæksson, ég segi þetta fyrir mér, hún var ekki að gefa neitt afslátt á Guðs orði að hennar mati. Ragnar, ég var orðin eins og hún. Já, ég er að segja það. Já, það er vandamálið. Já, það er vandamálið. Ég var orðin eins og hún. En gerir þetta ekki allt í nafni þess að þið vilji ekki gefa afslátt? Það er akkurat það. Við notum ýmsa frasa til að verja það að við erum eins og við erum. Já. Okkar viðhorf hefur verið þannig í tíðina og er ennþá í sumum kimum. Ef þú ert ekki eins og við, þá bara eitthvað að þér. Já. Hefur heitt þetta eða orðið var þetta? Þetta hitt ég á einhvern blett. Já, þetta þekkjum við báðir. Ég fór fyrir mörgum áratugum inn í frjálsan söfnuð og ég var búin að vera inni og ég sagði, ég verð að fara heim og þvo mér, ég verð að taka til, ég letti þessu nákvæmlega saman og þú. Já. Herðu, en þetta er eitt, þessi fordómar og við köllum þetta þarna, eða þetta var kallað þarna á þessari ráðstefnu, það var nú bara meðvirkni þú veist, og bara yfirhylmun og þöggun og hitt og þetta sem að var að gerast í kirkjunum og það var kannski þess vegna sem að það gengi nú ekki vel. Þess vegna höfum við hinn kristna kirkja á Íslandi, bæði Krossin, ég persónulega, ýmsar aðrar kirkjur, gengið í gennum þvílíkar þrengingar síðustu 2-3 árin. Já. Og það er ekki ástæðulausu. Við erum bara, eða höfum verið í sömu skilningi bara full á móti. Já. Í stað þess að vera boðberar kærleik og elsku og umburðarlyndis. Það er bara þannig. Nú, allt tala samkynhneigða til dæmis að við séum að fordæma slíkt fólk eða hötum einhverja. Það er bara alls ekkert í vindinni.
Við elskum alla menn án skilyrða. Það er krafa Guðs. Og við boðum mennum fagnaðarerindi þar sem þeir eru. Í hverju stöðu sem menn hafa. Og síðan eru þeirra mál hvaða breytinga verði í framhaldi. Það er ekki okkar mál. En okkar aðalmál ef þú gerir þetta og þetta og þetta, þá er lagi með þig. Fagnaðarerindi er ekki að gera þetta og hitt heldur taka á móti sannleika sem er lifandi. Þannig að við höfum farið í far þessara konur, svona er þetta ekki, sko. Akkur var ekki sagt um mig, heyrðu, flott maður. Það er ymmit inn í þennan hóp sem við þurfum að sækja. Við ætlum að efla þig, bara áttu ekki fleiri gærur. Skilurðu mig? Já. Þannig að þessar breytingar verða og þessar breytingar eins og núna. Við sitjum hér í þætti sem er öðru sér heldur en allir aðrir þætti sem þú hefur sittið í. Þú ert að leyfa fólki að þreifa á hjartaðinu. Og ég held að þetta sé kall tímans. Að við látum brynjuna fara og við segjum, heyrðu, ég hef brugðist. Ég hef gert mistök. Ég hef með nákvæmar áherslur. Ég vil ekki vera annað heldur en það sem ég ber að vera. Og ég vil skila heilugum sannleika lifanda Guðs til þeirra sem eiga að þykja og taka á móti. Í stað þess að vera kannski boðberi að maður honum hindrun. Þetta er mjög alvarleg staða. Heyrðu, við ætlum að íhuga þessa stöðu með við hérna hlustum á eitt lag hjá GIG og svo komum við aftur og horfum til framtíðar. Stundir gengum við ætíð saman hlið við hlið og ef að skorti eitthvað á komstu til mín hjá að fá hví er brostið Sæl aftur, Ragnar heiti ég og með honum Gunnari Þorsteinsinni. Og við vorum að tala um það að kirkjan hefði gert eitthvað ránt og við getum sagt við eða vegna þess að því að ávöxturinn er þannig að það er ekki kannski eins mikið fólk í kirkjunni en ég hef samt fengið hér fólk úr þjóðkirkjunni gegnum tíðina og út á landi og svona og þar er lifandi starf sko frá því á morgnana og fram að miðnætti. Já, heyrðu hvernig við tölum. Við segjum, ég hitti mann í þjóðkirkjunni, hann trúir á Guð. Já. Það er svo gamla konan sagði fyrir vestan, sko, það kom nýr prestur og hún fór til að hlusta á hann. Svo kemur hún heim og hún er spurð hvernig var presturinn. Já, hann er ekki á móti kristindómnum. Skilur við, svona eru fordómar. Auðvitað er í öllum þessum kirkjum út all land. Fólk sem á trú og fólk sem stendur vörðin sko, eða svo stendur
sem sagt dyggilega Já. á varbergi gagnvart trúsinni og sýnir hollustu og heiðarleika og einlægni Og að nota kirkjuna. er bara öðru setnum við Já, já. og þess vegna segjum við, heyrðu, það geta alla verið frelsar. Svona erum við. Já. Það er þetta síðan að tala um. Ég verða að því þú ert að beina til mín fyrir mörgum árum síðan, þá sagði ég og meiri segja sko í þjóðkirkjunni sagði ég. Já. Og ég fekk bréf, þar sem bréfið byrjaði mig því að segja hvað þetta væri góðu þáttur og veistu hvað er mikið hérna sko. En svo hefði henni sárnað sko, Já. að ég skildi hafa sko talið svona óvirðilega prestin sinn. Já, já. Ég bara sko, ég læknaðist. Ég er nefnilega sko í þessum detox-ferðum okkar. Við förum til Póllands 4 sinnum við svona árum með stóran hópa fólki. Erum með þeim í 2 vikur til að byggja upp fólki líkamlega og andlega. Og ég er iðulega með helgistundir eða samkomur. Og þarna eru náttúrulega flestir bara þjóðkirkjufólk. Já. Og ég Bara? Já, sem sagt. Já, ég veit, ég varð að fá að segja þetta. Sem sagt. Þjóðkirkjufólk. Já, þjóðkirkjufólk. Og ég reyna að vinna með öllum. Já. Heyrðu, þarna eru perlur og gimsteinar, alveg út og suður. Ég held að þú sért ekki að reyna að vinna með, þú ert að vinna með. Já, ég er bara að vinna með. Já. Sem hafa svo mikið að gefa og deila. Já. Að við höfum bara hort fram hjá þessu eins og þetta fólk bara var ekkert með í leiknum. Má ég nefna annað til að vera pólitískur að kosningarnar daginn til að svo varandi stjórnarskrána. Ég er þeirra skoðunar að það hafi fjöldimanns þurft og kjösta til að vera trúsina. Já. Kirkjan að þau svör komum mönnum óvart. Já. En að því að ég hef nú verið dálítið svona opinn í þessu, þá er það líka það að þessi kona sem skrifaði mig fyrir mörgum ára síðan, og hún opnaði augun fyrir því að kvöldljós væri fyrir allt fólk. Já, vissulega. Alveg. Og ég leitast eftir því að fá biskupinn og allt saman, ég leitast eftir því að fá eins fjölbreytis og allt er. Ég verð að segja bara fyrir mína parta að ég bara skammast mig fyrir þetta viðhorf. Já. Sem hefur ríkt í okkar höfðum og sem ég kannski verið fulltrúi fyrir ákveðnu marki, að líta niðrandi augum á trú annara vegna þess að þeir eru öðru sem þeir við. Já. Ég bara neita því að gera það áfram. Já, já. Herðu, það er sko tími yðurinn er búinn. Já. Núna, hvað ætlar að gera í þessu? Já, eins og ég segi að þá erum við að horfa til framtíðar. Já. Og Þú iðrast og hver er skilgreining á því? Lætur af og... Nei, sko, merking orðsins að iðrast er að taka nýja stefnu. Já, er það ekki? Það er merking. Ég var að draga það fram. Já. Já. Það sem við þurfum að gera. Já. Og reyna að setja það sem við höfum fram með þeim mætti, að menn og konur, hvaðan að það geti skilið, að þeir geta bætt þessi elementi inn í lífsitt og öðlast mikla lífsfyllingu, fyrirheitum eilíft líf, fyrirgefningu synda sinna og bjarta framtíð í öllum skilningi og verið það sem þeir eru með sín áhugamál, með sín lífstíl, vantilega mestuleyti og svo framvegis og svo framvegis. Menn þurfi ekkert að klæða sig í þröngan stakk og fara inn í hóp sem gengur í einhvern takti sem einhver maður hefur búið til. Nei. Heldur er það nýður aldana. Hvað gerðist á þessum samkomi hjá húsana sem að þér finnst vera að hafa orðið vendipunktur eða? Það sem mér finnst markverðast við þessar stórkostlegu samröstundir var að þarna kom inn fólk í langstærstu meirihluta sem aldrei hefur farið í kirkju. Já. Aldrei hefur stundað samkomar þessu tagi. Og hvernig náður það fólk? Ég var búin að spyrja það þessu. Ég get ekki svarað því. Og ég tók þetta til líka að þegar ég bað með mönnum í lok samkomu til frelsis, þá voru 50-70 manns í hverju samkomu sem tókum á til frelsari sínum. Já. Og þeir gerðu það bara umyrðalaust eins og það var í sjálfsagt mál. Já. Og það er akkúrat kjarni málsins eins og þú segir svo að þetta er bara eðlilegt líf að taka afstöðum í Jesú Kristi, að beðja hann að koma inn í daglegt lífið komandi og að vera hluti af vegferðinni. Sko lífið, það breytir svo mikið þegar við lendum í öngstrætu og áföllum, þegar við gerum mistök og hrösum, þegar aðstæður verða okkur ansnúnar, þegar umhverfur okkar lendir í þeitivindu eins og við erum að gangi í gegnum í íslensku samfélagi.
að eiga eitthvað sem er áræðanlegt og örugt getur veitt okkur fullviss og frið. Hvað predikuðu þið hana? Þú ert búin að predika þetta núna. Þetta eru bara orð, þú veist, Gunnar. Ég predikaði einfaldleika fagnaðarerindisins. Já, hver er hann? Hann er sá, því að svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn einkenni. Skiljum við þetta? Til þess að hver sem á hann trúi, nei, við skiljum þetta ekki. Nei, en akkur þú sagði að sko að fyrirgefningu synda sinna, hinn venjulegi maður upplifar hann sem syndara? Já, ég held að sér hver maður finni fyrir því, hann skortir dýr Guðs. Já, mér finnst það ekki vera sama og ég veit það náttúrulega við getum talað það sé synd að trú ekki á þessan. Já, Páll orðar þannig sko að allir hafa syndgað og skortir dýr Guðs. Já. Og að það finna allir fyrir því sem ekki hafa tekið á móti formulegri fyrirgefningu eða beðið dróttunum fyrirgefningu syndarinnar, það finna allir fyrir því að þeir eru undir ákveðnu oki. Já, ég viðurkenni þetta. Ég næði allir sem þú ert að segja núna, sem sagt að auðvitað eru allir meðvitaðir það að þeir hefði getað gert einhverja hluti betra í sínu lífi. En fagnaðar erindið það sem sagt að við fáum fyrirgefningu á þessu? Já, síðan er annað sem að við verðum að hafa mjög skýrt fyrir augum okkar líka, að Páll postuli segir öll hrösum við margvíslega og hann er að tala um þetta trúið. Þannig að við getum ekki verið að snúa upp á okkur gagnvart öðrum. Það hrasa allir, við þurfum öll fyrirgefningu, við þurfum að ganga undir náð Guðs, hvert og eitt okkar og það getur engin verið í úrvalsflokki þar. Nei. Við erum bara undir sömu sök selv. En erum við að tala um það sem svona predikar alltaf átt að segja á því núna, eða þessi viðkomandi predikari, hann alltaf átt að segja á því að hann rasar reglulega? Já, ég menna sko, þegar þú leiðin hingað þá fer ég kannski yfir hraðatakmarkið. Það er ekki hraðatakmarkið. Ég meina, mér finnst oft hérna, í mínu tilfelli til dæmis, sko, þegar ég átta mig á því að ég er kannski eitthvað viðkvæmari núna og allt í einu á 7 dögum þá lærði ég inntaki hvað væri sko trú, von og kærleikur sem ég hef ekki náði á 60 árum. Þá átta ég mig á því að verstu hluti sem ég gert, sko, ég á ekki erfiðleikum með að drepa menn eða stela peningum eða halda framhjá eitthvað svona hallærislegt, sko. En það er þetta, sko, að maður skuli ekki elska náungan og sitt nánasta umhverfi og jafnvel, sko, meiða sitt nánasta umhverfi, skilurðu. Við finnum fyrir því báðir, þú gengur í gegnum þinn stofn og þú allt í einu sérð lífið þín í ljósi og þú finnur að þér skortir á. Það er ekki endilega það sem hún gerir, heldur það sem hún gerir ekki. Hefðir átt að gera. Og þetta, við finnum öll til vanmáttar þarna. Sko, ég hefði geta varið mínu lífi með allt öðrum hætti, gert mikið meira. Ég sá ekki möguleika, ég sá ekki því sem Guð opnaði fyrir mér. Vegna þess að ég var haldinn einhverju blindu eða það voru fordómar í hjarta mínu. Að ég vildi ekki eiga samneyti við þessa vegna þess að þeir voru svona og ég vildi hafa þá svona. Þarna höfum við margvíslega mist margs og við megum ekki lifa lífinu svona áfram. En svoleiðis að sko boðorðið sem að frelsarinn á okkur er náttúrulega miklu alvarlegri heldur en nokkuð tíma boðorðin 10, sko. Jú, gengur lengra. Gengur lengra. Já. Og þess vegna segi ég, sko, og það er langt síðan, sko, þetta snýst ekki um hraðakstur eða eitthvað svoleiðis, þetta snýst um það sem sagt að elska náungan. Það er bara frumskilin. Já. Ég á ekkert miklu erfiðleikum með að elska Guð, sérstaklega svona á góðum degi til dæmis sem að mér líður vel og svoleiðis, sko. En það er þetta með að elska náungan. En sérðu, sko, það er líka það sem ég segi þess að þáttum skilur auðvitað vist að við segjum það okkur langi í lífskeiði hér í Kvöldljósi og það er bara þrennt sem að þar kemur. Það er að vera sáttur við sjálfan sig, vera sáttur við aðra og vera sáttur við skapara sinn. Þetta er bara 3 orð en þetta er bara það er þarna sem maður rasar endalaust. Jú, þessi kærleikur sem að við njótum kærleika Guðs. Guð elskar okkur með ævarandi elsku. Við njótum kærleika Guðs. Og kærleikur Guðs setur engin skilyrði. Nei. Hann elskar mig alveg sama hvort ég væri örventur eða haltur eða skilurðu. Hann bara elskar mig með eilífum kærleika og hans kærleikur sleppir aldrei höndin af mér. Nú er kannski einhverju sko, sem er að hlusta á þeir mitt, þetta er svo brýnt skilurðu. Þeir eru kannski með eitthvað aðeins meira á sér heldur en að vera örventur eða eitthvað svoleiðis, sko. Þeir eru kannski búin að fara með glæp sem þeir finnst ræðilegur, sko. En hvað gerir Guð við þá? Hann elskar. Já. Sko, ég predikaði á Hósanna hátíðinni eitt aðalatriði
Jesús sagði við ræningjarn á krossinum, í dag myndu vera með mér í paradís. Hann sagði ekki að hann, heyrðu, þú ert ræningi, blessaði gerði yðrun svo geti verið með mér í paradís. Ræningin segir við hann, minnstu mín. Já, hann viðurkenndi hann, eða hann... Nei, hann sagði bara minnstu mín. Já, Bænin var ekki flókin. nei, Og ég að segja við menn og konur, þetta er eina sem þarf að segja við drottin, minnstu mín. Og boðið á móti heyrðu, þú ferð með mér í paradís. já, Var hann, akkur var þessi ræningi á krossi? já, Hann var glæpamaður. já, Hann var stóraðabrótamaður. Þeir vissu það báðir sem voru á krossi með Kristi að þeir voru þarna, þeir verðskulduðu að vera þarna. já, Og þeir rættu það sín á milli á krossunum. En það er þessi bæn, hann segir, minnstu mín. Getum við gert fagnaðarerindi svona einfalt? Það er svona einfalt. Já, en... Nei, glæpur okkar er að gera það flóknara. Ég segi það. Það er glæpur. Getum við, maður er búin að horfa upp á því áratugi að þetta er gert flókið Já. og gert að mannakenningum og annað til því. Já, sko, En getum við gert fagnaðarerindi svona einfalt? þetta er svona einfalt. Þegar við segjum, þú voru að tala svona, þú voru að ganga svona, þú voru að vera svona, þú voru að klæða svona, það er glæpur gagnvart sannleikanum. Þetta er fagnaðarerindið. Það sem þú ert, ef þú lítir til drottins, biður hann að minnast þín, þá er paradís opin. Flóknara er það ekki. Því að svo elskaði Guð heiminn. Allt byggir þetta á kærleika. Og síðan það að af hverju erum við sköpuð, af hverju erum við til. Nú Guð segir það líka, við eigum að vera honum til yndis. Þannig að við eigum umfram allt að vera skemmtileg. Já. Hvernig ætlar að fara að framkvæma? Hvað ætlar að gera með þetta sem þú ert að búin að uppgötva? Hvað sér þið fyrir þér eftir 6 mánuði? Veistu hvað ég ætla að gera? Ég ætla að setjast niður með Ragnari Gunnarssyni í Kolljósi og ræða þetta. Og leyfa mönnum að heyra. Já. Fagnaðarerindið er svona einfalt. Já. Þetta er í grunninn ekkert flóknara. Nei. Þegar Jesús gekk og græddi alla, þá spurði hann ekki hvað hefur þú gert að þér í lífinu? Ert þú með háskólapróf? Skilurðu? Það var ekkert svona. Nei. Það bara gekk og náð og blessun flæddi á báðar hendur. Guð elskar alla menn án skilur það syngur Þorvaldur Halldórsson og beint úr orðum maður heyrir það bara óma. Já. Og þannig bara er það. Já. Næstu skref? Næstu skref, ég lifi svo spennandi lífi að ég veit ekki hvert næsta skref er. Nei. Að það er eitt skref í einu. Já. En þú sér fyrir þér að vera á þessum stað að mæta fólki þar sem það er statt og boðað í fagnaðarerindi. Já, ég er þeirra skoðunar og ég er þeirra trúar að drottin vilji opna þennan þrönga faðm sem við höfum búið til og hann vil negla hendur okkar aftur eins og hann gerði við sínan. Hann neldi faðm sinn opinn. En okkar faðmur er svona. Við þurfum að athuga þetta með naglan á faðmin. Þú sér hvað ég meina. Já, ég er að velta fyrir mig hvort maður upplifið hérna einhvern klafa eða svo veist eitthvað. Nei, að svo þegar við þrengjum skilyrði fyrir endalaust mannsins, Já. Hvað þykjumst við vera? Já. Að svo skáldið sagði þetta að drottin neldi faðm sinn opinn. Já. Og þannig á okkar faðmur að vera neldur opinn með nótið beðna með nöglum kærleikans. Já. Svoleiðis að þú sér þig með þinni yndislegu Jónínu bara í þessu hlutverki á næstu og það er mikið að gerast hjá okkur. Það er mikið, 30 sekundur. Það er mikið að spennandi verkefni sem við erum að sinna. Við vinnum mikið saman og það er gleði og ánægja og yndisleiki og kærleikur og það að fá að njóta kærleika og veita kærleika bæði í hjónabandi og síðan njóta kærleika Guðs. Það er ekki hægt að toppa þetta. Nei. Það er bara ekki hægt. Nei. Ég maður fyllir svona okkur náttúrulega gleði þegar maður horfir á skálunina Jónínu. Já, hún sagði bara, þú ferð ekki tómöndu til Ragnars. Hafðu þessa skál með þér og njótið þér. Herðu, bara takk fyrir að koma, Gunnar. Takk innilega. Og ég bara beðum kveðju heim til Jónínu og þakklæti fyrir skáluna. Skila því. Og bið Guð að blessa ykkur og ykkar starf. Og ég bið menn að blessa áhorfendur Omega. Já. Takk fyrir mig. Þakka þér fyrir að vera með mér í kvöld. Ég bið Guð að blessa þig og bið þig góða nótt.